Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla kaflann ályktunartölfræði í tölfræði frá grunni og nánar tiltekið ætlum við að fjalla lýsistærðina meðaltal. Meðaltal er ansi sérstök lýsistærð með marga mjög eftirsóknarverða eiginleika og er mjög mikið notuð í tölfræði. Einn af þessu sérstöku eiginleikum er það að væntigildi og dreifni meðaltals lúta ákveðnum reglum. Og hugsum okkur að við séum með n mælingar á einhverju breytu, við erum með úrtak af stærðinni n, þar sem við mælum einhverja breytu og þessi breyta hefur væntigildi μ og dreifni sigma í öðru. Þá gildir meðaltal mælinganna, það er að segja meðaltal allar þessar n mælinga af breytunni, að væntigildi meðaltalsins er það sama og væntigildi upphaflegu breytunnar og dreifni meðaltalsins sem við reiknum er sama og dreifni upphaflegu breytunnar nema við deilum með fjölda mælinga. Staðalskekkja er mjög mikið notað hugtak og er nátengt því sem við vorum að lýsa. Ef við erum með n mælingar, úrtak af stærðinni n af einhverri breytu sem hefur dreifnina sigma í öðru og þar af leiðandi staðalfrávikið sigma, þá er staðalskekkja mælinganna þessi sama sigma nema við deilum með rótina af henni, deilum með rótina fjölda mælinga. Og ef við horfum á jöfnuna á undan, jöfnuna hérna fyrir dreifni meðaltalsins, þá er staðalskekkjan einfaldlega rótin af þessari stærð hér. Það er að segja staðalskekkja er staðalfrávik meðaltalsins. Meðaltal er með öðru orðum það mikið notuð lýsistærð að staðalfrávik meðaltalsins hefur fengið sérstakt nafn og þetta nafn er staðalskekkja. Tökum hérna dæmi að á þessu grafi sjáum við vinstra megin líkindadreifingu líkamshitastigs þegar það er tekin ein mæling af líkamshitastigi Bjarnar. Hér er búið að mæla einhverja 100 birni og athuga líkamshitastigið þeirra. Hægra megin er búið að framkvæma 100 tilraunir þar sem við mælum ekki líkamshitastig eins Bjarnar, heldur tökum 10 og 10 birni og tökum meðal hitastigið þar sem við mælum hjá þeim. Rauða lóðrétta strikið er væntigildið og það sem að jafnan hérna fyrst var að segja er að væntigildi meðaltalsins er það sama og væntigildi upphaflegu breytunnar. Það er að segja væntigildið ef við tökum meðalhitastig á 10 og 10 björnum er það sama og væntigildið ef við mælum 1 björn í einu. Hins vegar sjáum við hérna glöggt að það er talsverður munur á breytileikanum. Dreifnin þegar við mælum 1 og 1 björn er miklu meira heldur en dreifnin þegar við mælum meðaltal 10 bjarna. Og hver er munurinn? Jú, dreifnin þegar við tökum meðaltal 10 bjarna er einfaldlega svo sama á dreifni upphaflegu breytunnar þegar við mælum bara 1 björn en deilt með 10. Það er að segja að dreifni hérna vinstra megin er 10 sinnum meiri heldur en dreifnin hægra megin. Þegar við erum svo heppin að upphaflega breytan okkar sé normaldreifð, það er að segja ef að mælingarnar hérna vinstra megin eru normaldreifðar, mælingarnar á stökumælingarnar á 1 og 1 útkomu, ef þær eru normaldreifðar, þá erum við svo heppin að meðaltalið sem við mælum, það verður líka normaldreift. Það fylgir áfram sömu reglu að væntigildið er það sama og dreifnin minnkar sem svarar fjölda mælinga, en meðaltalið verður líka normaldreift. Og það er að segja stærðfræðilega ef við erum með einhverja breytu, við erum með einhverjar útkomur úr breytu sem er normaldreifð með eitthvað væntigildi og staðalfrávik, þá er meðaltal n mælinga
af þessari sömu breytu, líka normaldreift, með sama væntigildi en dreifnin er deilt með fjölda mælinga. Og hér er dæmi. Gerum ráð fyrir að við séum einhverja slembistærð sem lýsir hæð íslenskra kvenna og að hæðin fylgi normaldreifingu með væntigildi 168 og dreifni sem er 7 í öðru. Klara ætlar að mæla hæð 14 handahófsvalinna kvenna og reikna meðalhæð þeirra. Og hver er líkindadreifingin á þessu meðaltali sem hún má reikna? Þessi útkoma, þessi lýsistærð sem hún ætlar að skoða, meðaltal 14 kvenna, hver verður líkindadreifing þeirra? Líkindadreifing hennar. Og jú, þar sem að hæð fylgir normaldreifingu, þá mun meðalhæð líka fylgja normaldreifingu. Það skiptir engu máli hversu margar konur eru mældar. Klara mælir 14 konur, svo líkindadreifing meðaltalsins verður líka normaldreifing með væntigildi 168, en dreifnin er þá 7 í öðru deilt með 14, þar að segja við deilum með fjölda þeirra kvenna sem eru mældar. Næst munum svo fjalla höfuðsetningu tölfræðinnar.